góðan daginn og velkomin í þáttinn. Takk fyrir það. Nú ég með mann sem að segir, ég veit ekkert hvernig að fá í heimsókn og ætlar að vera hérna eitthvað wildcard. Gunnar Dan, spurning hvort þú kynir þið aðeins bara. Já, Gunnar Dan hérna, mættur, umdeildur og oft miskilinn. Ekkert flóknar að það. Ekkert flóknar að það. Ég hef lesið það svona, eins og ég sagði þér, lesið það svona eftir það. Mér finnst það mjög áhugaverðar pælingar og svona hjá þér og hafði miklar rætt kallmennska aðeins svona og hvað því fylgir og hvað það getur verið og annað. En ég á nú til að spurja fólk þegar ég mæti svona augliti til auglitis og læti aldrei vita því að það svo spurning sé að koma. Hvað finnst þér vera kallmennska? Það ég má spyrja. Ég vissi það til að byrja. Er það? Ég vissi það, sko. Sko, ég og spáði það eru mörgum sem finnst eins og ég hafi sko ekki háskólaprófi að svara þessu. Nei, það eru sumir sem finnst þú ekki verið með réttu menntunina. Og svo getur þú spurt mig að þessu, sko, þú getur spurt mig þessara spurninga, hvað finnst þér vera kallmennska og ég kannski geði þér eitt svar í dag en ég hef kannski gefið þér eitthvað allt annað svar fyrir 5 árum síðan. Sko. Já. Sko, ég held alltaf að kallmennska væri eitthvað sem ég geti klætt mig í og ég læriði smíðar, trésmíðar, mjög ungur og fór sem sagt að vinna við það og ég er sem sagt í þessu svona frekar kallægu umhverfi alveg bara sem smiður í næstu 30 ár og svona sjálfsvirðing mín og svona þessi ímynd af kallmennsku einhvern veginn var svolítið bara bundin í það, bara fæið mitt og ég var alltaf bara vinnandi maður, líkamlega vinnu og í því fólst líka eitthvað sköpun og útsjónasemi og vera reddarinn og svo á sama tíma var ég algjörlega brunnin að innan. Það sem ég sem sagt bara kom illa fram heima hjá mér. Var náttúrulega bara að glíma við fíkni ástand, og ekki bara í áfengi eða fíkniefni, ég var bara fíkin í alls konar annað, ég var fíkin í peninga og því fylgdi óheiðarleiki í peningamálum, ég var fíkin í klám meðal annars sem hefur með bara stjórnlausa kynkvöta að gera og því fylgir óheiðarleiki og hann að ég svona spilaði svolítið bara töfalt líf eiginlega bara í áratugi en ég hélt eða taldi mig vera í virkri karlmennsku sem að ég svo seinna mér kemst að mér bara skorti með öllu og ég ætla að taka það fram að mín skoðun eða skilgreining svo að karlmennska per se geti aldrei, ekki undir neinum kringumstæðum verið eitthvað sem myndi skilgreinast sem eitrur. En ég myndi samt sem áður kannski líta á þannig að mér skortir karlmennsku og karlmennska er alltaf hrein. Og svo einhvern veginn bara krassa ég á vegg eins og svo oft gerist og við tekur bara eitthvað svona nýtt líf, eitthvað svona ferli þar sem ég þarf að komast frá A til B, ef við ætlum að líta á staðinn í dag sem B og á þessum tíma er ég bara búin að fá að taka til og horfast í augu við bara hvað ég er breyskur. Horfast í augu við það, mér ber að taka sjálfa mig og mínar hugmyndir, þetta bara með miklum fyrirvara. Og ég verða að átta mig á því að þótt mér finnist eitthvað í dag, þá er kannski mögulega að koma með eitthvað allt annan skilning eða upplifun á morgun eða eftir ár, sko. Og í því felst þetta bara þroski. En kallmennska, ég meina, ég var með þetta að spá í þessu áður en ég kom hingað. Ég er með stelpu á heimilinu sem er unglingur, hún er semst var að klára 10. bekk og ég er búin að vera með þetta barn síðan hún var 3 ára gömul, hún er semst ættleidd frá Indlandi. Og ég auðvitað bara, ólíkt aðstæðum sem ég kem sjálfur úr sem barn, þá auðvitað þarf ég að sjá til þess að það er húsnæðislegt öryggi, það er fjárhagslegt öryggi, það er matur á borðinu, allir þessir veraldlegu hlutir en svo kemur líka að öðrum þáttum sem snýr aðeirinni bara tilfinningalegri nánd. Að ég þurfa að vera til staðar fyrir barnið mitt og í sem sagt mínum þroska að ég er veitinni aðild að mínu tilfinningalífi og mínu taugakerfi. Að hún treysti mér fyrir sálu sinni eða sínum innsta kjarna, sama hvað bjátar á, að ég fari hvergi í lás og dæma hann ekki. Hún hafi í rauninni aðild að mér og það er bara tilfinningalegt og félagslegt öryggi
og sama þetta hvað var þar konuna mína, við giftum okkur fyrir einhverjum x árum síðan, við erum búin saman í 27 ár og ég hef búin að bregðast í rauninni þessu heila hjónabandi oftar en einu, oftar en tvisvar með skertri karlmennsku og óheðleika, lygum og andlegu ofbeldi. Þannig að ég þarf alltaf að fara að horfast í augu við þá drauga og afleiðingarnar af því sem að sitja eftir þá í hjónabandinu og þess vegna í rauninni sálarlífi konuna mínar. Þannig ég þarf að fara að horfast í augu við það og gangast við þessum brotum því ég er breyskur einstaklingur og ég þarf svolítið að fara að skoða í rauninni bara hvernig ég kem fram í samskiptum og þetta ekki bara við hitt kynið eða félagann heldur líka konuna mína. Þannig að þetta eru margir þættir sem spila inn í maður. Ég geti haldið endalausa ræðum þetta. En ég veit ekki, hvað finnst þið sjálfum? Sko, ég hef oft Meikar þetta eitthvað sens fyrir þér? Að sjálfsögðu, mér finnst þetta hrikalega, af því að það er svo rosalega mikið sem þú ert að skoða, að þú ferð og ert að horfa á þessa áhrifavalda svona stóru út í heimi. Sem að ég horfi á vegna þess að mér finnst þetta svona sem að byrjaði á góðan hátt, þess að þetta kalla red pill hreyfingin og allt það. Þetta byrjaði á góðan hátt, svona svipað eins og mér finnst feminismin hafa gert. Það fór út á sporinu ykkur staðar og er eiginlega orðið svolítið bara uppfull af svona kvenhatandi grifterum, mætti segja, aðeila sem bara spila út á reiði kallmann. Þeir vilja ekki laga neitt hjá þeim, vilja bara svona selja þeim þá hugmynd að þú fær bara fullt af peningum og ert skaffarinn, þá bara megir þú velja konu og þá getur þú komið fram við hana bara eins og þér sýnist og allt svoleiðis. Það er einmitt það sem að mér fannst svo gott að þú komst þarna akkurat inn á, að þú ert að sjá til þess að sé fjárhagslegt öryggi og það sé, það gefur höfuði, en mér finnst það allt rosalega verðlaust ef að það er ekki líka öruggur staður fyrir alla á heimilinu. Nei. Og ef að það er ekki eins og þú myndist á að vera til staða fyrir dóttuðina, til dæmis mér finnst bara fyrir stuttu var ég að ræða þetta við félaga minn að sem sagt, hvað maður vill alls ekki, maður skilur það betur þegar maður verður faðir, að finnst mér, að hvað vilt alls ekki að það sé haft, að dóttiðin eða úlingurinn eða hvort sem það er strákur eða stelparinn, skiptir ekki máli, að það sé ekki hugsunin, shit, ef að pabbi kemst að þessu, þá er ég í vandræðum, heldur, ég er í vandræðum, ég þarf að hringja í pabba. Já, og þú getur treyst á það að þú verður ekki dæmdur fyrir vikið, heldur verið tekið á þessu, því breyskleiki er bara hluta mannlegu eðli, þetta er í lagi, það er í lagi að gera mistök. En svo er ég að lýsa þessum kallað gildi og þetta á alveg eins við með konuna mína. Já, sjálfsögðu. Hún er líka skaffar á heimilinu og í okkar tilfelli meiri segja hálaunaðari einstaklingurinn semst í okkar sambandi. Hún vinnur alveg jafn mikið og ég og svo og gerir nákvæmlega sömu hluti og ég. Hún kannski nálgast það svona kannski frá einhverjum ólíkum áttum en ég vil þó segja að það eru ákveðnir hlutir sem sagt, í þessari jöfnu sem snýra því, náttúrulega eigum við dóttur, þannig að það eru kannski ákveðnir hlutir sem sagt, í þeirra sambandi sem hún tekur, sem að ég hefði alveg þannig sé aðgang að, en ég á bara ekkert erindi inn í, því að þarna ertu með bara 2 konur og þær eru bara að díla við eitthvað konumál og ekki það, ég veit alveg hvað máli snýst, ég meina, en svo myndi þetta kannski líta öðruvísu út eða það væri drengur á heimilinu. Eflaust, skilur við. Þannig að þetta er rauninni bara, eins og við vísum nú bara í einhverja vaktir, ef við ætlum að fara að vaktaskipta heimilinu, sem að, hefur nú verið svolítið svona þótt ansi móðins síðustu ár, ég meina, þá er þetta bara svona mismunandi vaktur á heimilinu sem að við tökum ýmist í sikkurra lagi, sumar tökum við bara alveg í sikkurra lagi, sumum vöktum skiptum við á milli okkar og sumar vaktir eru þannig uppbyggðar að við erum bæði á vakt, skilur við, en það ríkir eitthvað jafnvægi eða jöfnuður í því samhengi. Já, mér finnst líka rosalega áhugavert og þau mynd komst inn á að kallmennska getur ekki verið eitruð. Ég er einmitt sammála því og mér finnst þetta vera svona sama með kvenleikan. Kvenleikin er ekki eitraður, en enga síður þá eru kynin, svona, hvað maður að segja, það er mjög algengt að, eins og til dæmis bara þegar við tölum ofbeldi, að konur beita meira andlegu og félagslegu en kalla líkamlegu, en mér finnst það ekki vera, hvað maður að segja,
eitruð kvenmennska, hvernig sem fólk vill orða það, þegar konur gera það, heldur finnst mér að vera skortur kannski á að vera þá í tengslu við sína kvenlegu hlið og vera örugg með hana þegar konur gera þetta og mér finnst það sama með þegar kallmenn gera það. Já, klálega, en svo þegar öllur á botni kvöld, þá er þetta bara, þetta eru bara orð. Já. Skilur hvað við? Þetta eru bara orð og einhverjar skilgreiningar og í rauninni fellur bara basically algjörlega sjálft sig, því ég meina, meðvirkni er bara meðvirkni. Djúpstæð gremja er bara djúpstæð gremja og tengslarof er bara tengslarof og allar afleiðingarnar á tengslarofum eru bara afleiðingar og svo getum við bara skýrt þetta alls konar mismunandi nöfnum út frá einhverjum akademískum hugtökum en það þýðir ekki neitt, skilur við. Þannig við þurfum að fara að skoða þetta svolítið inn í kjarnan og málið er að ég las ekkert tíma bók sem heitir Járn Hans, þá segir hann í þessari bók að í kjölfarið af iðnbyltingunni, þegar að pabbarnir fara úr lífi drengja sinna og annarkvæmt inn í verksmiðjur eða inn í skrifstofur og hverfa í rauninni inn í ákveðið svarthol sem að drengurinn situr uppi með og hvað gerir hann við þetta svarthol? Hann fer að fylla það á djöflum. Mér finnst þetta svo flott líking því að ég meina ég elst upp nákvæmlega við þetta, pabbi minn, nú erum við hérna í Ármála 19, ég elst upp og pabbi minn er hérna bara í Ármála 21, hann er búin að vera þarna síðan 1976, Karl Greið, yndislegu maður og allt það, en áherslurnar eru búin að vera að mínu mati, út frá mínum skilgreiningum, hvað var það í rauninni bara beina skyldu til barnanna sína á röngum stöðum. Pabbarnir eru ekki til staðar í lífi barnanna sína og til þess að grípa boltan. Því að nú er ég búin að fá að sjá alls konar það er alls konar samfélagsbreytur í gangi, inn í skólakerfinu, við erum með samfélagsmiðla og TikTokið en áróður eða þetta efni sem einhvern veginn bara rignir yfir börnin okkar. Og svo bendum við á samfélagsmiðluna og við bendum á skólakerfið og við bendum á hinsegin fræðsluna og bendum á alla þessa hluti. En í botn og grunn þá ber ég ábyrgð á því að vera upplýstur það hvar barnið mitt í rauninni, hvar barnið mitt er statt, hvaða efni barnið mitt er að neyta í gegnum þessa skjái hérna og það sem er í gangi. Ég ber ábyrgð á því að sjá barnið mitt og fylgjast með því og grípa boltan og taka spjallið. Ég tek spjallið með dóttur minni og og svona þessi undirliggjandi tónn í mínum boðskap til barnsins míns og vil taka það fram að hann er ekki svo sami og er undirliggjandi tónn í boðskap móðurinnar til hennar en þannig erum við ólík að alltaf að spyrja spurninga. Í rauninni efast allt sem þér er sagt en það þýðir ekki að við þurfum að fara í einhverja svona fastmótaða mótþróaröskun gagnvart öllu sem er sagt, heldur þarf að taka öllum upplýsingum í fyrirvara, íhuga, komast að niðurstöðu og ef þar á við þá þarf að sýna borgaralega óhlýðni, henni ber skylda til þess. Og þetta er ótrúlega skemmtileg umræða sem á sér stað og þetta opnar svona nýjan vinkil fyrir börn. Það er í rauninni svolítið eins og ég sé að réttinni bara vald, bara gjör svo velskan, þú hefur valdið, það er enginn að tróða neinu í þig, þú sjálf hefur valdið hvort þú móttekur eða ekki, skilur hvað við? Já. Og eins og segi, þannig að það er það sem ég er að segja og svo erum við í ykkur svona nútíma samfélagi sem allir eru bara eitthvað í vinnunni og skólakerfið á að ala upp börnin okkar. Og svo eitthvað erum við brjálið út í skólakerfið eða þetta kerfið því að það er alltaf að bregðast uppeldinu og eitthvað. Eins og skólakerfið eigi að bera eitthvað ábyrgð á uppeldinu sem er bara algjör steypa. Við berum ábyrgð. Og ég er búin að komast að því að samhliða því að vera í fullri vinnu, sjálfur með hlaðvarp, sjálfur með áhugamál, sjálfur bara á fullu með alla bolt á lofti, þá hef ég samt sem áður geta gefið mér og dóttur minni tíma. Og þetta krefst ekkert mikils. Þannig að, já, nú er kannski komið svolítið langt. Nei, þetta er bara mjög gott rant hjá þér eins og maður segir, en hérna... Já, því svo kem ég út í lífið, og mér skortir, nú er ég bara að tala fyrir sjálfa mig og bara marga aðra. Og þessir einstaklingar sem að, mínum líkir og við eigum það sameiginlegt að við erum í einhvers konar tengslarofi við foreldra okkar
og bara, veist, og það auðvitað bara ókslega leiðilegt, en það náttúrulega bara út frá einhverjum gefnum forsendum, því þú líka skoðar, veist, í rauninni þessa kynslóð foreldra okkar, hvað aðstæður þau voru að alast upp við, eða í rauninni bara kynslóð af okkur og ömmu sem ól þau upp. Þetta náttúrulega bara gríðarlega erfiðar aðstæður sem að voru að gangi á þessum tíma og þar að leiðandi eru áherslurnar kannski bara svolítið mikið á einhver skonar efnishyggjubaráttu og einhvern veginn svona efnislega lífskjör. Já, mér finnst ég alveg sammála þessu. Við erum að sjá svo rosalega mikið mitt af börnum sem að skortir tengsli við foreldra sína. Foreldrarnir gefa sér ekki tíma fyrir það og nú ég 2 félaga sem að voru kennarar hérna í svona, hvað maður segja, ríkustu svæðunum á Íslandi kannski og þeir voru báðir sammála það. Sögðust aldrei að sé vansæl börn því að náttúrulega þú veist því að vera eiga peninga og eitthvað svoleiðist, því fylgir náttúrulega það að þú ert mjög mikið úti, þú ert að mikið að vinna og það kannski gleymist oft einmitt, þessi hlutur. Það er bara, þú veist, það skiptir engu máli hvað þau eru að fá, þú veist, athygli frá foreldrunum bara greinilega er ekkert staðar og þú sér það, sko. Nei, og svo þegar maður reynir, þú veist, eins og í mínu tilfelli, og nú er ég ekkert að plammera foreldra minna eða þessu tilfelli föður minn, og þetta er svona kannski svolítið svona persónuleg mál, en veist, svo reynir maður að mæta þessum einstaklingum eitthvað staðar með einhverju tungumáli og það er svolítið bara eins og við séum að koma úr sikkur áttinni, sko, veist, það er bara annar að tala pólsku og hinn að tala grísku, sko, þannig að þetta er oft rosalega erfitt, þannig að þá stendur maður frammi fyrir því, ég meina, ok, veist, ætla ég náttúrulega, 49 ára gamall hérna bara eftir nokkra daga, ég meina, það er ansi sorglegt ef ég ætla bara eitthvað að eyða hérna bara ævin í það að vera með eitthvað vaðandi daddy issue, skilur, því að, ég ber ábyrgð á afleiðingunum sem hafa átt sér stað í kannski skert uppeldi, bara eftir einhvern þegar ég er orðinn fullorðinn, þá bara ber ég ábyrgð á úrvinnslunni, þannig að spurningin er bara, hvert ætla ég að fara með þetta, ætla ég að fara að slíta tengslum með fólk, eða ætla ég að fara að mæta fólki bara það sem það er. Og það er náttúrulega líka bara mitt vandamál og er henni bara uppspretta að allri þjáningu í gegnum tíðina, svona félagslegri þjáningu, er bara ég að gera kröfur á kröfu á fólk. Ég bara er hérna orðinn fullorðinn maður og ég er bara eitthvað ennþá að gera kröfu á það að foreldrar mínir séu svona hinsinn eða hefði átt að vera svona hinsinn, sem er bara alveg brjálæðislega ósanngjarnt, því það tekur bara 3 mínútur að búa til börn, það er ekkert mál, það getur hvaða hálfviti sem er gert það, og ekki það að ég sé að kalla foreldra mína hálfvita, það sem ég meina bara er að, þótt að foreldrar séu foreldrar, það er ekkert saman sem merki að einhverja upplýsta einstaklingar séu að ræða, skilur, þetta eru bara manneskjur með sína galla og sín tráma og sína innri baráttur, og ég þekki þetta bara sjálfur, ég meina, bara fyrstu ár í lífi dóttur minnar, þá var ég bara strópaður á fíkniefnaneyslu bara í einhverju geðveikisleikriti, skilur, sem að ég veit ekki einu sinni bara í alvörunni, var ég þarna? Fattarðu? Ég kannast einmitt við alvöru var ég þarna dæmið, sko, ég hef aldrei snert fíkniefni, nema ég prófaði einu svona reykja gras, það er ekkert spes. Svo var þetta deilum það hvort að grasi fíkniefni eða ekki? Já, reyndar, og hef sjálfur mjög jákvæða reynslu til þess að áfengi, en ég var einmitt þar, sko, að lendi í því staðinn sem að mér finnst mjög svona fyndið, það er unni að nú bara þegar ég horfið tilbaka og mér hafa fengið frábært uppeldi á foreldrum mínum og sko, pappi alltaf til staðar og maður kann alltaf leita til hans og allt svoleiðis. Ég var svona hálfpartinn, hvað maður að segja, fórnarlamb þess að ég var svo góður í öllu einhvern veginn. Ég lagði aldrei neitt á mig. Okay. Og þurfti að læra á þann hátt einhvern veginn, hvað maður að segja, það svona, hvers virði það er að þurfa að leggja á sig því ég sé þetta hjá svo mörgum í dag. Það er þessi tilætluna sem að heimurinn skuldiði mig eitthvað. Já, þetta er svona skortur á þrautsi. Já. Og þú veist, ég átti opaslega auðvitað með að læra, ég var með langbestu einkunnirnar alltaf í grunnskóla, ég var bestur í íþróttum og bara, þú veist, öllum íþróttum nema í handbolta. Þú þurftir ekki að hafa mikið fyrir hlutunum? Ég þurfti ekki að hafa neitt fyrir hlutunum, bara nein leiti og alltaf vera að segja mér, þú veist, bara hvað, þú veist, þetta er að gera geggja hluti og eitthvað svoleiðis. Og ég lendi bara í því í staðina, þú veist, ég læti þetta bara stíga mig til höfuðs og lærði aldrei heima, ég lagði á minni það sem ég þurfti að læra og eitthvað svoleiðis. Svo klessur þú bara vegg. Svo lendi ég því bara þegar ég kemur bara strax upp í framhaldsskóla. Þá allt í einu skipti máli hvað ég geri, ekki hvað ég get, sko. Og ég er að horfa á aðila sem mér fannst vera miklu,
hvað segja, ég skal bara alveg, þú veist, þess að ég hugsa á þeim tíma, bara heimskar en ég var að horfa á þá aðila sigla bara fram á mér bæði í námi og aðila sem voru miklu lélegri en ég í öllum íþróttum bara fram með þau voru að leggja á sig, sko. Já. Og í staðinn fyrir að, þú veist, ég vildi kannski hefði ekkert verið betra að taka öðruvís á málunum þá geti ég verið allt önnur stað í dag. En enga síður, þú veist, þá í staðinn fyrir að vera hérna bara að hugsa bara, herðu, ég þarf að taka á mínum málum, sko. Það var bara svona, herðu, vá, þú veist, akkur er þetta, þú veist, ég á miklu betra skilið, sko, þú veist, ég er svo klár, ég er svo góður í þessu, ég á að fá þetta upp í hendurnar, sko, þá er komið til mín, en það er náttúrulega eitthvað sem þarf að kenna þetta. Mér var kennt þetta, ég var bara ekki að hlusta. Ég skil. Ég var ekki tilbúin til að hlusta. Ég ætla ekkert að taka það af föður mínum eða móður minni. En svo er bara málið, veist, hver segir að uppeldi stöðist bara, veist, við eitthvað ákveðum x tíma þegar þú yfirgefur heimahús, sko. Já. Fattarðu? Veist, ég meina, við þurfum að fara náttúrulega bara inn í áframhaldandi þroska og við kalla það bara sjálfsuppeldi og það er bara ekkert svo langt síðan að mér hefur bara tekist að slíta bara vissa strengi sem að bara, veist, héldu mér í rauninni í gíslingu, veist, fylltu mér bara skömm, fylltu mér af ótta, fylltu mér á bara svona djúpri reiði og tilætlunarsemi og það er bara ekkert svo langt síðan að mér bara, veist, kortir í 50 að mér tókst bara að klippa á þetta. Svo tregur er ég, skilurðu? Já, þetta er svona hlutir sem enginn eða geta kennt manni. Veist, ég þurfti að læra þetta á eigin spýtur, að heimurinn gefur manni ekkert. Þú fær bara það sem þú leggur inn, sko. En svo er annað mál, veist, ég meina, talandum þetta bara kallmennsku út frá einhverju svona hlutlægum möguleika, veist, þá getum við, veist, þetta bara farið að tala veist, einhverja líffræði, einhver gen og litninga og annað, en hormónakerfið. Og það er líka eitt, sko, ég meina, ég hef alveg 8 ár og meira segja, sko, eftir ég stöðaði neyslu á þessum efnum sem ég var að nota fyrir 9 árum síðan, þá komu bara ár þar sem að, veist, ég var að djöflast, ég var að gera alla réttu hlutina, en samt leið mér ekki vel. Ég var hræddur óttaslegin og einmitt bara, veist, já, og bara svona hafði þessa tilhneigingu einmitt til þunglindis. Og svo kemur það bara í ljós að ég var bara ekkert allt of hár í gildum hvað var það að testa og veist, ég var ekkert í einhverju svona hættulegu lágmarki, veist, það var ekki nóg til þess að læknirinn minn, veist, hefði samþykkt að fara með mér í einhverja inngjöf, skilurðu. Bara svo ég skjóti elsnötta að þá eru þau mörk reyndar fáránlega. Þau eru fáránlega lág og þetta er eitthvað veist, einhver rosalegt tabú að ræða þetta og ég ætla bara að leyfa mér að kalla þetta nánast, þetta er bara breytingaskeið kalla og er ekkert frábrugðið breytingaskeiði kvenna hvað var það reyni skerta eða truflaða framleiðslu á estrógeni eða hvað nú er. En þannig að ég er bara í einhverjum x-gildum og þá stend ég frammi fyrir því, ok, ég þarf að fara að lyfta eins og múkki og það breytist eitthvað. Veist, mér fyrir að líða eitthvað aðeins betur því ég er eitthvað farin að hreyfa mig og byggja upp eitthvað vöðamassa. Og þá stend ég frammi fyrir því að ætla ég að fara að setja í mig, skilurðu, fyrst að læknirinn er ekki tilbúin til að gera það, ég meina þá bara fer ég og gera það eins og margir í kringum mig er að gera á ábyrgan hátt og ég kýs að gera það ekki og ég er að fer inn í þessar náttúrulegu leiðir sem að snýra þessum náttúrulegu, getum kallað testobústerar eða hvað nú sem eru bara steinefni og rætur og annað og ég náði sem sagt að rífa upp þessa framleiðslu á testosterónu cirka 30% á 3 árum og afleiðingin á því var gríðarleg. Ég er að tala bara öryggi, hugrekki og þetta bara styrkur og snerpa og bara léttleiki og gleði og auki innsæi og bara, ég er bara allt annar maður. Þannig að við þurfum ofta að huga að eirinni, bara hvað er það sem að til dæmis skapar heilbrigða karlmennsku? Hvar erum við í boðefnum? Hvar erum við í hormónum? Þetta er náttúrulega líka bara einhver líffræðilegur ferill sem á sér stað. Það er náttúrulega margbúið að sanna að testosterón í eins bara karlmenni hefur hríðfallið á seinustu árum og ég man ekki hvað ég sá, í Bandaríkjunum er það ástandi ennþá verra því að maturinn sem þau eru að fá þar er bara með efnum sem er ekki leyfð í Evrópu og alls konar svoleiðis, sem ég skilst að það hafi stór áhrif á allt svona. Og þar er það er reyndar aðeins svona misjandi en ég veit að það eru nokkra svona stóra rannsóknir sem hafa bara sýnt það að tvítugir menn þar eru með testosterón á við 70 menn fyrir 50 árum. Já.
bara að meðaltali. Já, já. Það bara Og risa afleiðingin af því bara þunglindi, athyglisbrestur, kvíði og sko með þessi einkenni þá fólk að fara inn í hinar og þessar geðfrávirksgreiningar og lyfjaiðnaðurinn bara, þetta skrimsli, bara hyrðir þetta leið, skilurðu, og ég er búin að sjá þetta gerast, trekk í trekk og þetta sjúklega súrt og það einhvern veginn sama hvað maður, talar þetta og skrifar þetta, það bara, það einhvern veginn virðist, fáir virðast einhvern veginn hlusta því að í rauninni, þetta bara eins og trúarbrögð, þetta eins og skrimsli, skilurðu, sem maður einhvern veginn bara talar ekkert inn í. Hann búið svona markvist, lyfjaðurinn svo sterkur og leið og fer að taka og gagnrýna eitthvað sem tengist honum, þá reynt að bara stimpla þið sem eitthvað nöttara. Það var bara skrítin áhlatur. Mér finnst rosalega gott, það hefur verið að mínum mati svolítil vakning í þessu málum síðustu 5, mögulega kannski 10 ár svona að þú ferð inn í ákveðna hópa. Það einmitt á mikilvægi testósteróns bara hjá kallmönnum og það ekkert smáttir í, Já, enda eru, eins og ég segi, margir í kringum mig, bara ábyrgir drengir, bara feður og vinnandi menn, bara mjúkir, flottir strákar, þeir eru fannir að nota einmitt, ég veit ekki hvað þeir eru að nota, en þeir eru að nota þetta, í samráði við, fagfólk og í það litlu magni að þeir eru ekki að blása upp í eitthvað rugl, en ég sé munað þeim og ég heyri munað þeim og ég finn munað þeim. Það þannig. Og þetta bara, ég meira þess að var með hann Helga Bjarnason fyrir ekkert löngu síðan sem allir viti einhver á landinu meir þessi mál heldur en hann, ég veit það ekki. Þá vorum við að ræða mikilvæg þess og þau eru bara alveg stórlega vanmetur og mér finnst þetta að vera til dæmis einn af hlutunum testósterónið, til dæmis þegar kemur þegar við erum að ræða skort á jákvæðum kallkyns fyrirmyndum fyrir drengi í kerfinu og skólum, leikskólum, allt svona. Heima fyrir. Já, sérstaklega þannig að byrjar heima fyrir. Og ef hún ekki til heima fyrir, þá ertu líklega ekki að fara að fá hana neins staðar annar staðar. Nei, því miður. Og þá leita strákar í það sem þeir finna og oftast það sem þeir finna þá oftast ekki jákvætt. Nei. Því miður. Þarna finnst mér ekki mæta einmitt skilningi í kerfinu vegna þess að þarna eru mestmegnis aðilar sem þekki ekki testósterón. Það þekki ekki að vera, raging hormónasprengja þarna, úlingur bara það bara haldið að setja eitthvað ruglaður, skilur. Já, þetta þykir mér þess að bara, það í rauninni hæpið að þú finnir lækni nema þú hafir svona einhver persónuleg tengsl eða ert bara það heppin að vera með lækni sem með hausinn rétt skrúaðan á. Læknar eru eiginlega ekkert tilbúin til að senda þig blóðpröfu öllu mögulegu. En leðu allar að fara að testa það líka dýrt, veit ég, það kostnaður sem fylgir í og þetta bara fyrir heilbrigðiskerfið, þetta kostar helling og peningum en þetta þykir bara eitthvað tabú og hver ástæðan fyrir því veit ég ekki. Mér svo ég skipti aðeins svona yfir, þá var einmitt svona eitt sem mér fannst rosalega áhugavert í þessu að því ég var ræða einmitt svona skortin á jákvæðum kallkyns fyrirmyndum. Nú uppáhalds podcastið mitt þessa dagana. Það eru 2 kallar með þeim Þorsteini Vaff í kallmennskunni og ég myndi líklega bara segja besta, kannski grófasta vini þáttarins, Hauki Bragasyni, hann hefur ekki verið góður við okkur á broadcast. Okay. En enga síður, þá við ætlum ekki að erfa það við hann, en það einmitt vegna þess að þeir eru svona eins langt oftast frá mínum skoðunum og hægt en ég nenni ekki að vera að hlusta á aðila sem ég hvort sem sammála eða eitthvað svoleiðis. Ég vil vera að hlusta hinum megin, Þá var einmitt í nýjasta þættinu þeirra, þá fannst mér svolítið leiðilegt að heyra eitt frá honum Þorsteini. Hann var einmitt, þá voru þeir að ræða uppeldi drengja. Og ég ætla ekki að fara svona mikið út í það sem akkurat það sem þeir voru að segja, en þá kom inn á punkta sem hann talaði að það var alltaf verið að kenna einstæðum mæðrum fyrir hvernig væri komið fyrir drengjum. Mér finnst þetta svo leiðilegur punktur í honum því að það hefur enginn verið að kenna einstæðum mæðrum það verið að undirstrika mikilvægi feðra og jákvæðra kallmennsku ímynda. Þá fannst mér einmitt svo leiðilegt, þetta bara eins og við erum að ræða vítamínið eitthvað, að það var einhver að segja magnesium væri slæmt því þú var að segja að D-vítamín var svo gott fyrir þig, Hvað finnst þér hefur þú orðið var við það svona að menn séu eitthvað að kenna einstæðum maðurum eða finnst þér að vera á villigötu með þessa pælingum? Þú nota bara það sem ég að segja þér, Ég teka fram að ég hef aldrei hlustað á henni þátt og veit ekki hver þessi Haukur allavega
En nei, ég hugsi, ég geti nú ekki alveg verið sammála því sem hann að segja að ég hef allavega ekki verið var við það að einstæðum mæðrum sem kentum það hvernig sé farið fyrir drengjum þá. Já. Alls ekki, ég myndi frekar bara, allavega í mínum huga séð, þá myndi ég frekar segja að það sé öfugt, sko. Og skíturinn oftast lendi á, og dómurinn lendi á föðurnum sem að, já, en oftast í dag, ég meina þá náttúrulega bara umgengisréttur þannig og ef að skilnaðir eru svona tiltölulega heilbrigðir og fólk svona tekur sem þroska, þá á þetta alveg að ganga vel fyrir sig. Ég meina, þetta var alltaf öðruvísi. Mamma og pappi mín skildu þegar að, ég var 9 ára gamall, og þá voru, ég veit ekki hvort munir eftir þessu, þá voru pappahelgar, bara aðra hverja helgi eða eitthvað, maður hitti pappa sem kannski í 2 til 3-4 daga á mánuði, bara algjörlega öttilega galið, þetta náttúrulega bara breytti tímar og mér finnst oft þessi umræða á þess að ég vilja eitthvað vera að plammera steina í karlmennskunni, ég er alveg búin að fá nóg af því, En það var ekki ætlað þannig heldur svona meira bara misskilningurinn. Nei, mér finnst þetta oft, það oft verið að slíta hluti talsvert úr samhengi og það verið að ýkja alveg rosalega, því auðvitað erum við með alls konar einangru tilfelli, það sem að fólk að bregðast og það geta verið feður eða mæður, auðvitað, en mér finnst líka bara, það verið að vísa í, einhverjar aðstæður sem voru bara mjög algengar fyrir 15, 20, 30 árum síðan. En mér finnst þetta bara að vera hálfgeð tímaskekkja, sorry. Ég er eiginlega svolítið þar. Já, mér finnst þetta svona svolítið leiðilegt að því að mér finnst fókusin hafa verið algjörlega svona frá, hvað maður að segja, mönnum eins og mér allir ekki bara orðið að svoleiðis. Það er ekki það hvað einstæða mæður sé að standa sig illa, heldur einfallega að feður séu jafn mikilvægir í lífi barnanna sinna eins og mæðurnar, ekki vera að gera lítið úr þeim, sko. Já, ég ætla bara næstu því að leyfa mér að segja að mér finnst í rauninni bara, feðurnir í mörgum tilfellum vera að standa sig bara mun verr og en svo, þetta oft rosalega erfitt, ég náttúrulega, á þess að ég þekki það eitthvað í þaula, þá þetta bara réttur móðurinnar í þessu samhengi, alveg svakalega mikill og sterkur, eins með meðlagsgreiðslur og annað, ég meina, þetta er bara algjör tímaskekkja, að hjón skilji og maður með barnið aðra hverju viku tekur þátt bara 50% í öllum kostnaði sem að fylgir að reka þetta fyrirtæki, skilur, sem barn basically en samt þarf hann að vera að borga meðlag. Skilur við? Það er bilun. Á tímum það sem að konan í rauninni alveg jafn mikið út á vinnumarkaði eins og maðurinn og eins og bara í mörgum tilfellum hátt launuð og hærri launuður heldur en karlmaðurinn, skilur við. Þannig að það er svo margt skakt í þessu. Þetta bara, það eru 9 tímar í gangi og við þurfum eitthvað að fara að horfast í augu við það, klárlega. Nú Arnar hefur nú meðal annars bara verið með formúluna yfir það ef þú ert hálauna maður og ert með 3 börn og móðurinn væntanlega með lögheimilið og þar af leiðandi ert þú meðlagsgreiðandi, þá getur þú bara verið fastur í ævilöngu skuldafangelsi þráttur að vera hálauna maður og það bara ekki út fyrir borun að þér. Já, þú semst að segja að það virkar þannig, en getur ekki verið, ef að getur lögheimilið verið skráð á 2 stöðum? Nei, það er nefnilega orðið rugli við þetta. Það sem að foreldrar eru að gera í staðinn er það að ef þau eru með 2 börn og þá er lögheimilið á öðrum staðnum, þá er það ekki með lögheimilið á sama staðnum. Nei, ég skil, en ég meina það er samt sem áður bara merki hvað ég segja, bara góð samskipti og eitthvað sátt, skilur við, sem er bara sanngjöld og því það, þá allavega kerfið allavega býður upp á það. Ekki nema sett með 3 börn, hver tekur 2 og hver tekur 1, skilur við. Svo er það önnur sturlunin í því að það er engin samningur sem fríjar þig frá því hvort sem hann er skriflegur eða munnlegur og hann getur verið vottar af öllum mögulegum aðilum. En ef að foreldri sem á rétt á meðlaginu skiptir skoðun, þá er þetta að sækja það alveg bara aftur í tíman bara. Þannig að þetta er svolítið skrítið að gera annað foreldri svona valdamikið og hitt þurfi í rauninni að vera á varðbergi. Þetta er svo... Já, það þykir skrítið í dag. Já, í dag. En það þótti það kannski ekki fyrir 30 árum síðan. En eins og segir, tímandinn hafa breyst. En það var það náttúrulega eins og segir, þá var ekki eins algengt að báðir foreldra voru eins mikið út á vinnumarkaði og mér finnst kannski sanngjarnt líka jafnvel þegar þú ert að spá í því að konan
átti minni möguleika á tekjum og mér finnst að þú eigir að sjá fyrir börnunum og allt svoleiðis, sko. Þannig að mér finnst það ekki ósanngjarnt í því samhengi, sko. Kannski ætti að vera í rauninni bara, hvað ég að segja, eitthvað tabla í rauninni sem þá bara, launatengt, skilur. Það getur vel verið. Það þá bara tekið til í þess. Núna hún bara notuð til ákvarða hvort þú að borga tvöfalt meðlag eða ekki. Já, En ég finnst þetta svo mikill munur, sko, frá því til dæmis, sko, í mörgum löndum í Austur-Evrópu, þá ekki meðlagsskylda. Nei. En enga síður lenda mjög lítið í því að feður og jafnvel minna, í því að feður séu ekki að hugsa börnin sín. Í fyrsta lagi þá færri börn utan hjónabands. En í öðru lagi þá það, ég þekki nokkra sem eru þaðan sem hafa sagt einmitt frá því að ef að þú ætlar ekki að vera til staðar í lífi barnanna þinna, þá þú álit bara versta tegunda aumingja sem til sko. Þú bara lendir í félagslegri útskúfun, það vill engin umgangast svona aumingja, sko. Nei, ég skil. Þannig að það svolítið að segja að í Spáni, þar rauninni ekki Spáni, það heldur svona Austur-Evrópu meira svona. Okay. En Spáni, eru meðlagsgreiðslur þar? Þarftu að borga meðlag við skilnaði það? Já, ég held það alveg örugglega. Það svolítið svona það nær Suður-Ameríkumódelinu samt þegar kemur að fjölskyldinu, sko. Þar það mjög algengt að sem sagt foreldrar láti sem sagt börnin sín sem kannski komin með sín eigin börn og maka, fá jafnvel bara gefi þeim íbúðina sína en búi áfram hjá þeim og ef að foreldrarnir mikið í vinnu þá hugsa amma og afi rosalega mikið börnin, þannig að þessi fjölskyldutengsl eru alltaf til staðar. Já. Það finnst mér alveg ofboðslega flott módel og flott hugsun á þessu, sko. Maður sér það rosalega mikið, það eru afar og ömmur koma mikið með börn og foreldrar þá jafnvel að sækja þau eða öfugt, sko. Já, við erum ekki alveg þar hérna. Mér finnst það rosalega leiðilegt því að flest börn elska ömmu sín og afa en einhvern veginn eru Íslendingar of sjálfstæðir og jafnvel of góðir fyrir þetta, sko. Mér finnst það æðislegt módel og mín reynsla sem ég séð af þessu alveg frábær, sko. Það finnst mér fjölskyldueiningin þar vera stærri og merkilegri heldur en... Já, hún svona háum höfð, algjörlega. En sem þarna, hvernig ert þú að upplifa svona, tíman í dag? Svona, það voru núna hérna einhver mótmælinir í bæjum helgina og ég sá á samfélagsmiðlum að þú varst þar mitt og þar verið að mótmæla einhver útlendingastefnu og sem að einhvern veginn það hefur tekið svolítið mikinn hitan af öllu þessum hinsegin málum og hinsegin málin tóku svolítið hitan af þessum MeToo-málum og svo blandast inn í þetta Ísrael og Palestína og Úkraína og Rússland og Donald Trump. Ég kem ekki nálagt þessum stríðsmálum. Ég nenni ekki að ræða það. Enginn sem að þú ræðir við mun skiptum skoðun við að ræða það, þannig að ég hef engan áhuga að ræða það, sko. En ertu að upplifa, finnst þér að upplifa þetta sem eitthvað svona nauðsynlega vaxtarverki og við séum að leiðin inn í eitthvað svona gilda framtíð eða ég meina, hvert eru að fara með þetta? Sko, það sem ég hef séð og ég einn af svona, ef ég að tjá mig mál, þá það bara mál sem að ég búin að kynna mér rosalega vel. Ég vil spyrja spurninga og setja og hlusta ef það eitthvað sem að ég ekki búin að kynna mér í þaula. Því ég með einhverja svona, ég tala kannski 4-5 málefni max og það allt málefni sem ég búin að bara, ég myndi treysta mig til að mæta flestum bara ef við verðum að tala rökræður, ekki bara spjall heldur, rökræður þau, sko. Þetta svona eitt af þeim málum og mér finnst við vera á rosalega slæmri leið með þetta. Að því leytinu til að sko, við getum gert eina breytingu og hún myndi strax breyta öllu. Það væri ef að öll Vestur-Evrópa tæki sér til, ef þú brýtur af þér bara í x alvarlegum afbrotaflokki, segjum bara ofbeldisbrot. Þú ert að tala útlendingamál. Ég að tala útlendingamálin í þeim tilfellum. Þá ertu bara farin. Ef þú þurfir að sýna fram á hver þú ert og ef þú ert á lista yfir með ofbeldisbrot á bakinu innan x tíma, það bara fáir ekki að koma. Mér finnst þetta bara ef við myndum virða þetta, þá væru komin með stefnu sem að allir gætu verið nokkuð sáttu við. Já, ég skilji. Þetta bara, þetta ákveðið sjónarhorn, ákveðin skoðun. En mér finnst einhvern veginn, við oft á tíðum ekki alveg taka það inn í öfnuna. Við erum hérna lítið land, Ísland, og við tökum skýra afstöðu með stríðsrekstri. Já. Við erum aðildarríki í NATO og við tökum afstöðu með
bara það var skrifað undir innrásin í Írak, mér fannst það alveg ótrúlega áhugavert. 2 menn gerðu það. 2 menn gerðu það bara í umboði fyrir heila þjóð og innrás sem var byggð á algjörlega á bara fölskum forsendum. Og náttúrulega bara engin dregin til ábyrgðar, þannig að við erum að taka alls konar svona afstöður í stríðsmálum og mér finnst ótrúlega einkennilegt að fólk sem að hneykslast á hælisleitendum eða innflytjendum í því tengt að við erum ekki tilbúin til að átta okkur því að það sem við erum að sjá í rauninu bara afleiðing af stríðsbrölti út í heim og stríðsbrölti sem við sem heil þjóð eða kosnir fulltrúar, kosnir af okkur eru búinir að taka afstöðu til. Þannig að mér finnst þetta lita einhvern veginn allt öðruvísi út ef við værum þjóð sem værum bara algjörlega yfirlýst sem friðarþjóð, þjóð sem væri ekki í sem sagt, þessum stuðningsyfirlýsingum og það þýðir ekkert við þurfum að taka afstöðu á móti, við þurfum bara heldur ekkert að taka afstöðu með, bara við getum bara tekið ekki afstöðu og þegar þú ert komið þangað og ég veit ekki hvort að Sviss sé þar en ef að Ísland væri þannig þá finnst mér alveg eins og við getum bara algjörlega gert hvaða kröfu sem í þessu samhengi, tekið á móti flóttamönnum eða bara ekki, skilur því þetta bara snertur okkur ekki því að við erum bara ekki að taka afstöðu með neinu og ekki einu svona afleiðingunum að því. Þannig að mér finnst þetta, þetta er náttúrulega bara beina afleiðing af okkur öðru. Sko ég er alveg þar að ég er persónulega eins og við tölum það voru 2 menn sem tóku þarna ákvörðun með stríði. Já. Og það verðist engu máli skipta hvern þú kýst til valda. Nei. Þau taka öll sömu ákvarðanir þegar kemur að þessum málum. Það verðist engu máli breyta, hvort sem það er í óþökk þjóðarinnar eða ekki og mér finnst það eiginlega alltaf verið í óþökk þjóðarinnar þegar kemur að stríðsrekstri. Það vill enginn sjá peningan okkar fara í einhver flugskeyti sem að drepa unga menn hvar sem í heiminum eða tala nú ekki það sem nú oftast talið verra, það eru konur og börn og þetta vill ég ekki sjá persónulega og en samt virðist valdakerfið okkar held ég að sé bara svo rotið að við losnum aldrei undan þessum stríðsrekstri. En þetta eru samt pólitíkusar í flestum tilfellum að gera í óþökk íbúa. Ég er nýlega nefnitt búin að kynna mér til dæmis afstöðu bæði til stríðsreksturs í hvort sem í Þýskalandi, Frakklandi, Spáni og það eru nokkur önnur lönd. Þau virðast öllu vera með svipaða afstöðu, þau vilja ekki taka þátt í stríði, þau vilja ekki fá fleiri eins og Frakkland, Þýskaland, Spánn, England, þau eru öll að bugast bara undan komu fólk sem að í sumum tilfellum ekki einu svona koma frá mjög stríðshrjáðum þjóðum. Og þetta virðist haldast rosalega mikið í hendur. Það eru á móti stríði, móti þessari innflytjendastefnu, en það virðist engu máli skipta hvernig hún kýst í valda. Nei. Hún er alltaf óbreytt. Það eru eins og sé einhver öfl þar á ferðinni sem eru ofar vilja stjórnmálamanna. En núna við Íslendingar sem svona landlegu séð, þá ætti þetta náttúrulega bara að vera sjúklega einfalt að hafa einhvers konar stjórn í rauninni á þessum málum og ég meina, ég er náttúrulega bara alveg á því og ég veit að þetta getur hljóma rasist, ég meina, íslenska ríki er náttúrulega bara fyrirtæki og það er bara einhver ákveðin þjónusta sem skattgreiðendum er veitt og við höfum bara ákveðið fjármagn á milli handana og ég veit ekki hvað eru margir skattgreiðendur á Íslandi, 90-100.000 eða eitthvað, ég meina, sem haldi uppi þessu skipi hérna sem eru að meina þessi sökkvandi en ég meina, við þurfum að bara að horfa á þetta raunhæft og já. Mér finnst líka mér finnst fólk vill aldrei ræða líka, það er hvaða fólk við erum að fá og þá er ég ekki að meina bara allir séu eitthvað stæmi, ég ætla bara að segja hlutina sem mér finnst blasa við að þið séu. Það er það til dæmis að ég hef notað svolítið mikið ef þú tekur dæmi, það hefur verið að tala hversu mikið tölfræðinni til þess að Palestínumenn eiga til að brjóta af sér. Já. Það er, ef þú skoðar Sameinuðu arabísku furstadæmin, þar búa 200.000 Palestínumenn í sátt og samlyndi við alla. Þeir eru ekki flóttamennar, þeir kannski sumir hafa komið sem flóttamenn inn í önnur ríki, en Sameinuðu arabísku furstadæmin taka ekki móti neinum flóttamennum. En þar búa þeir á nokkur af vandkvæða við heimamenn, vegna þess að þar er bara, ef þú ætlar að koma þangað, þá þarft þú að koma að vinna og ef þú ætlar að vera að brjóta lögin, þá er þið bara hent úr landi. Það er engin silkihanskar. En það náttúrulega, ég myndi ekki segja ef ég væri kona og myndi vilja búa í Sameinuðu arabísku furstadæmunum eða konundar í mínilegu myndi búa þar. Ég myndi ekki vilja það. Mér finnst þetta sýna það að þú býður fólki að koma til landsins til að
þar getur átt betra líf, þar getur lifað í sátt og samlyndi við samfélagið þitt. Ef þú býður fólki að koma með þeim tilgangi, þá kemur fólk til þess. Ef þú hins vegar auglýsir það að þú getur, og það er margótt búið að sýna hennan svona velferðar, hvað maður að segja, bara að þú getur komið til Þýskalands, Svíþjóðar og komið á lagstokkerfið. Ef þú auglýsir og gefur það í skyn að fólk getur komið til þess, þá færðu fólk sem kemur til þess. Mér finnst að við aldrei tala um þetta, sko. Já, nei. Og þarna finnst mér við vera að gera mistök og og ef þú talar um þetta, ég meina þá ertu bara gjarnan sakaður auðvitað bara fordóma og þess vegna hatursorðaður, skilur. Ég meina, sem auðvitað bara mjög leiðilegt og ég til dæmis hef svona svolítið kosið, ég hef haldið mig svolítið svona frá þessari umræðu og hefur reynt svona bara svolítið að ég bara sneiða fram hjá henni eins og mörgum öðrum málefnum, þetta bara, þetta erfitt, þetta flókið. Þetta það. Og þetta svona marglaga og auðvitað, ég get líka alveg sett mig í spor einstaklinga, sem að, búa við erfiðar aðstæður og ég meina, við sjálf Íslendingar höfum verið flóttamenn, skilur þar sem við erum að flýja bara, aðra hluti, þetta sé ekki stríð, en og auðvitað snýr, ég bjó í Kaupmannahöfn í 15 ár og fyrstu 5 árin í Kaupmannahöfn þá bjó ég alveg bara í dýpstu Nörrebrú og þar bjó ég, þar voru Tyrkir og þar voru Sómalir og það var bara lið frá öllum áttum og það gekk bara ótrúlega vel, upplifi ég, þarna var bara einhver svona integration sem hafði bara átt sér stað í gegnum einhverja kynslóðir og ég var ekkert meira var við eitthvað útlendingavesen frekar en bara eitthvað venjulegir blindfullir eða kafdópaðir danavesen, sko. Þar á eftir flutti ég inn í Valby, var þar í 10 árum, sko, með mosku í bakarinum, bara bókstaflega í bakarinum, og eina vesinni sem fylgdi því var að á föstudögum og á Ramadan, þá fékk ég ekki bílastæði því að bara hverfið var allt fullt af leigubílum, skilur, því þið keyra allir leigubíla, bara yndislegt fólk, skilur, þannig að ég sé þetta alveg fyrir mér að þetta geti gengið. Og ég ekki þannig að Ísland að vera fyrir Íslendinga, bara glemdu þið, skilur, ég alls ekki þar og ég meiri segja á því að þú komir hérna frá öðrum menningarheim, þá máttu bara taka menninguna hérna með, það er bara moska og bara gera það svo þú vilt, skilur, en þetta bara snýst náttúrulega bara eins og þú segir, leiðut farin að brjóta á öðru fólki, hvort það sé bara ofbeldi eða fjárhagslegi glæpir eða hvernig sem það þá þetta bara afleiðingar af því og spurningi hvort að henda þeim á landi eða ekki, það fyrir þetta brettið hvort að viðkomandi sé komið með íslenska ríkisborgararétt eða ekki og þá komin annar umræði, ef hann komið með íslenska ríkisborgararétt eða vera eitthvað lagaákvæði en það sem segja að með svipta einstaklinga íslensku ríkisborgararétt, þetta eru bara alls konar skoðanir fólk, skilur og þetta er bara ógeðslega flókið. Já, ég er þarna að við getum leist 90% af vandamálum með þessu að bara x alvarlegt brot og þá er það engin meiri. Ég held að þetta sé svona í Sviss. Já, og þeir eru að reyna að koma þess á í Danmörku eftir slæma reynslu og ég veit þeir eru með þetta til dæmis í löndum eins og ég var að tala um bara, flestum Arabalöndunum hefur gengið mjög vel að taka inn fólk. Já, en við erum alltaf bara með opin landamæri, skilur við, þetta er bara svo erfitt, og ég meina Danmörk, opin landamæri, Spán, opin landamæri, Ísland, opin landamæri, þú getur bara að rúlla einn inn, svo lengi svo þetta koma frá okkur Evrópuríki, og þú gerir það ekki í Sádi-Arabíu, þar rúllar ekki bara inn. Svo finnst mér annað sem sjaldan, menn vilja sjaldan tala um að það það að þegar eins og myndist á, það að koma inn fólk frá svæðum og löndum sem að koma inn með sem aldrei þekkt annað en ofbeldi og stríð og átök og svona. Trámaðir einstaklingar. Tráma, bara kunni ekkert annað og við erum ekki að standa okkur í, og við getum það ekki, þar sem að við erum að taka á móti þannig fjölda með við það sem íslenska kerfi ræði við getum ekki kennt neitt annað. Við erum ekki með nógu mikið af fólki til að taka inn, við ættum frekar að ég myndi segja að við myndum taka inn miklu færri en í staðinn koma þeim þá fyrir einhver einu í þorpi út á landi. Mín reynsla svo að komandi utan á landi og litlu þorpi, það gríðalega vel tekið á móti fólki sem kemur. Ég bara eins og þetta var hinn í gamla dag, það voru svona kvótaflóttamenn að koma heilu fjölskyldunar og það bara fór í húsnæði og vinnu og svona. Já, þeim komið inn í samfélagið, þetta erum við ekki að gera í dag. Nei, þetta, alls ekki. En svo, ég var að hugsa þetta aðan, ég meina, ég var að
las þarna, sá á samfélagsmiðlum að einhver maður sem hafði myrt dóttur sína fyrir einhverjum x mánuði síðan, þú veist, hann var verið að dæma hann í fangilsi eða hann hefði játað eða eitthvað. Ég meina, þú veist, það var maður myrtur hérna daginn bara í einhverju Tesla hérna bara, þú veist, sóttu bara upp í Þórlagsöfn og bara eitthvað murkaður, skilur, bara einhverjum íslenskum þekktum rottum, skilur, þú veist, ég meina, þú veist, og það eru ofbeldisverk og Íslendingar fremja ofbeldisverk, Danir fremja ofbeldisverk. Íslendingar nauðga, Íslendingar stela, Íslendingar svíkjanda skatti, Íslendingar flytja neitulyf, og það er einhvern veginn bara, það er ofbeldi. En svo finnst mér einhvern veginn, eins og við talaðum henni upp í Úlfarsadal, það var verið að tala um einhverja sveðjar og svo, þegar ég skoða þetta myndefni sem ég sá þarna, maðurinn er bara með stóran búrhníf, skilur við, ég sé enga sveðju, ég sé bara stóran búrhníf. Sveðju Ahmed. Ég skilur hvað við, ég meina, ef við förum út í það, allt í hún er að koma í sveðju, hann er bara með, fucking steikaníf, skilur við, og, mér finnst oft bara, þá eru hlutir líka frá þessum pól, algjörlega blásnir upp og slitnir úr samhengi, skilur við, en ég vil samt taka fram að ég þekki ekki tölfræðina, skilur við, í þessum málum, en þarna, ofbeldi er bara ofbeldi, sama í hvaða mynd það er. Þetta er svolítið líka sko, þetta er einmitt svona, Íslendingar gera líka, það er náttúrulega sko í fyrsta lagi getur alltaf hugsað þannig að ef þú ert með að hugsa Íslendinga, þú náttúrulega getur ekki útilokað allar árásir sem kom innanfrá. Nei. En ef að þú til dæmis værir með lokalandamæri, værir að skanna eftir þess að nú hafa aðilar komið inn sem eru með mjög vafasama fortíð, bara sem dæmi Kúrani, það getur enginn fengið afhent gögnin af hverju hann fékk til að byrja með íslenska ríkisborgararétt, því að svo virðist sem að við höfum vitað fortíðin hans, en samt fær hann vernd hérna. Já, en ég meina hvaðan eiga þessi gögn að koma? Já, ef þú getur ekki sínt. Þeir eru að tala um Interpol eða, ég meina, hvernig átt að geta dreigið fram gögn, úr einhverju lögregluembætti, einhvers staðar í einhverju eyðimörk, skilur, ég meina, þú færð ekki þessar upplýsingar. Nei, þetta er líka vandamál með, sko, og það eru til mýmörg myndbönd af eins og þegar menn er að koma á þessum bátum til Englands og svona, þeir eru að henda skilríkjónum sínum í sjóin og hlæja þessu, sko. Já. Þetta er ekki falsað. Nei. Þetta er til að koma í vekk fyrir bakgrunnsrannsóknir. Mér finnst ekki sjálfsagt að hver sem ég get ekkert farið á milli landa hérna, ég get ekki einu sinni ferðast með flugvél til annars lands nema að sýna fram á hverju ég er. Af hverju eiga aðrir að fá rétt á því? Já, þú getur farið hvert sem þú vilt og sótt pólitískt hæli. Já. Það er ekkert mál og það er bara það sem þetta einstaklingar er að gera. En mér finnst til dæmis að það er ekki að vera sjálfsagt að þú fáir að vera þarna. Nú erum við með eitt dæmi mann sem að til dæmis sko, hann var sakaður einhverja 3 eða 4 nauðganir hérna og var með mál, var sakveldi fyrir eina, var með 2 eða önnur 3 mál í dæminu, í kerfinu, en á sama tíma er þessi maður með pólitískt hæli fyrir það að segjast vera hommi. Það geti ekki farið eftir í heimalandi sitt. Það var það sem að saksóknari komst í hérna, kannski fór óvarlega með það þegar hann spurði hvort það væri eitthvað skortur á hommum á Íslandi eða eitthvað svoleiðis, en allavega, sko, með því að flytja ekki inn óvarlega, þá allavega getum við bóka það að það væri hægt að koma í vekk fyrir töluvert af svo mikið á ofbeldsárum hefði aldrei átt sér stað ef við værum ekki að fara svona óvarlega með landamærin okkar. Eflaust. Bretlandi til dæmis nýlega kom aðili sem að ég get tekið endalaust að dæmin, bara svona, hann skvetti sýru framan í konu, afmyndaði hana gjörsamlega. Þetta er aðili sem að átt að vera búið að vísu landi, var ákveðið að gera það ekki vegna þess að þótti ómannúðlegt, hann var dæmdur fyrir nauðgun, það þótti ómannúðlegt að senda hann aftur til heimalandsins. Auðvitað getur ekki komið alltaf í vekk fyrir, og þú átt ekki að gera ráð fyrir allir sem að koma séu vont fólk og allt svoleiðis. En mér finnst að þegar þú ert að koma inn í land, þá bara þurfir að lúta því að þú fremur af þér brot, þá sértu búin að fyrirgera þínum rétti til að njóta verndar þessa lands, því að það er ekki verið að vernda borgarna sem eru þar fyrir, það er verið að vernda þig af einhverjum ástæðum. Þú ert settur í forgang þegar svona finnst mér. Mér finnst það ekki rétt. Ég skildi, ég meina þetta er bara ákveðið sjónarhorn, og þetta er okkur ákveðin skoðun sem er byggt náttúrulega á okkur upplýsingum og okkur tölfræði. Og ég skildi alveg, ég ber alveg virðingu fyrir því. Ég er, þannig séð á margan hátt ekkit ósammálaður, en ég samt sem áður heldur ekkit sammála öllu sem þetta segja. En sko, málið er, samt getur við rætt hérna saman. Þokkalega, algjörlega. Ég meina, málið er bara að, sko, ég er 2 einstaklingar. Það er, hérna, þessi maður sem situr hérna í stólnum og er ágætlega andlega og tilfinningarlega undirbúin til að sitja þetta með þér. Og svo er eitthvað sem að ég vil kalla sársaukar líkama.
og sársauka líkami minn, hann búinn að vera í sterkri afstöðu með eða móti einhverjum ákveðnum málstað síðan í COVID fyrst og fremst. MeToo kemur, COVID kemur og í COVID þá gekk sársauka líkami minn algjörlega bestisgang í hinni réttlátu baráttu, skilur við. Og það eina sem kemur upp úr þessu fyrir mig, og ég bara tala út frá sjálfum mér, að ég fóðra bara þetta dýr sem innan með mér með því að benda á aðra og segja að þetta sé rangt og það sem ég að segja rétt. Og það eina sem kemur út úr þessu bara aukin vanlíðan og í rauninni aukin þörf fyrir sársaukalíkamann í meiri og sterkari afstöðu og einhvern veginn meiri sjálfsréttlátingu, því að þessi tiltekni sársaukalíkami, hann verður einhvern veginn að fá staðfestu á því að hann sé bara yfir höfuð til, sko. Og það gerist fyrir mig bara eftir áramót og svo fóðra ég þetta með fréttamiðlum. Já, engin og ég festist í einhverjum svona bergmálshellum, skilur við, bara 90% af fólki og bara, af mínum vinum sem deila ekkert sömu skoðunum og ég endilega hafa gert, þið veit ekki eins og hvað broadcast skilur hvað við. Þetta bara einhver ákveðin kressa af fólki, en svo ertu bara með einhverja aðra kressur einhvers staðar annars staðar sem eru bara að hlusta á eitthvað eldrautt eða bleikt eða regnbogalit, skilur við, þetta bara eitthvað. Og ég fékk bara einhverja opinberun eftir áramót í einhvers konar trúarvakningu í ákveðnu málefni sem ég ekki kannski ávarpa örstutt eftir, en það bara snera því, Gunnar, lokaðu fréttamiðlum, hættu að lesa skoðanapistla og ekki taka þátt í þessum skotgrafa hernaði. Farðu, dragðu þig tilbaka, kjarnaðu þig, mættu í vinnuna, láttu gott að þig leiða, smitaðu frá þig gleði, ást, kærleik og raunverulegu umburðarlyndi. Skilur við? Já. Vertu til staðar fyrir barnið þitt, vertu heiðarlegur við konuna þína, sláðu grasið þitt, skilur við, þvoðu bílana þína, farðu í bíó með nágrunniðinum, borgaðu skatta, skilur við, og bara, vertu raunverulega breytingin sem þú vilt fá að sjá í samfélaginu. Og það hefur áhrif. Og það einmitt, það í svona 12-spora-kerfi sem ég búin að vera að brasi í mörg ár. Og talaði aðlöðun sem sagt frekar en áróður. Já. Og ég búin að vera í áróðri í mörg ár. Skilur við, í einhverjum svona réttlætri baráttu fyrir einhverjum breytingum. Og það sem gerist þegar við fyrir að beita þessum áróðustöktum, að ég ekki bara missi bara trúveruleika, fólk hættir að taka mark á mér, skilur hvað við, og fólk bara lokar eyrunum fyrir því sem ég að segja, og ég fyrir að missa þessa heilbrigðu vini eða þessa vini í kringum sem ég á miklu meira sameiginlegt með heldur en ekki, skilur við hvað við. Algjörlega. Það bara svo sorglegt þegar við fyrir að missa fólki í kringum okkur, eða ættingja bara einhvern veginn, út af því að það bara eitthvað svona stórt sem við erum ekki sammála en svo getum við deilt alveg svona miklu, sko. Þannig að síðan að ég varð fyrir þessari djúpu, ég raunin bara andlegu, bara breytingu innan með mér, þá hefur líðan mín bara breyst til muna. Ég bara annar maður, og hvað varðar þessi útlendingamál, bara sorry, ég veit að þetta svona ósanngjarnt og þá koma kallarnir að segja hvað dóttir þín myndi lendi hinn og þessu, ég veit það ekki, ég ekki þar, dóttir mín ekki búin að lenda í ykkur, ég vil þá bara einhvern veginn spurðu mig þá, ég bara, mér bara eiginlega, ég bara geti þetta ekki lengur, skilur hvað við? Já. Og ég fær bara að krabba minn í rassin og gillina, skilur við, á því að vera þarna, þetta er nákvæmlega sama ástæðan. Vonlaust, skilur við. Þetta er nákvæmlega sama ástæðan og ég neita að ræða til dæmis bara sem dæmi Ísrael-Palestínu, því ég gerir mig bara grein fyrir því, ég skil ekki fólki sem býr við þessar aðstæður og ég veit það að líklega, ég ætla ekki að fullera það, líklega ef ég væri í Ísraeli þá myndi ég vilja drepa alla palestínumenn og líklega ef ég væri palestínumaður þá myndi ég líklega vilja drepa alla Ísraela. Já. Og þess vegna bara kýs ég að tjá mig ekki þetta vegna þess að ég horfi á viðbjóðin sem að gerast þarna, bara báða bóa og jú, annar aðlunni miklu sterkar en hinn og allt, en þú veist, og ef ég færi að einbeita mér og leggja orkuna mína í viðbjóðin sem að gerast þar, þá á ég ekkert jákvætt eftir handa börnunum mínum. Nei. Og það bara, ég skulda þeim að þau eiga að fá bestu útgáfuna af mér. Bestu? Já.
það er bara málið. Ekki bara þau að ég verði Í til staðar. næstbestu, því að næstbesta kemur algjörlega veg fyrir það besta. Já. Þú bara, veist, ég þarf að mæta allir á svæði, sko. Og ég búinn að læra það svolítið eftir að eftir að ég fór að átta mig á því sko að ég ber ábyrgð á öllu sem kemur fyrir mig eða allavega þú veist hvernig ég díla við það. Einmitt. Það bara fyrir mér það sko allt sem ég á ókeypis, nei ekki ókeypis, allt sem ég á eftir, það fer í hluti eins og þetta. Og ég algjörlega á þeirri línu með því einmitt sko ég á góða vini sem að gæti ekki verið meira ósammála með, sem betur fer lærði ég það að sko við getum verið ósammála allan anskotan, en samt þetta bestu vini mínir sko. Já. Og þess vegna á ég svo erfitt með að skilja hana rosalega klopning sem í gangi. Þetta eitthvað sem ég ólst ekki upp við og þetta eitthvað sem mér var ekki kennt. En já, hjá mér það þannig að sko einhvern veginn leið og ég fór að horfa á mín vandamál og út frá þeim vinkli í staðin fyrir að horfa á stærstu vandamálun út í heiminum, byrja þar, svo á þetta að fara einhvern veginn að beinast að mér. Ég gera öfugt, þá einhvern veginn fór alltaf að vera betra. Það bara sumt átt ekki séns í, sko. Nei, geta ekkert gert í. Það bara stór hópur af fólki sem álitu mig hérna sem einhvern harðan hægri mann, skilju, sem ég bara by the way ekki. Ég kýs ekki einu sinni til lýðræðislegra kosninga. Ég bara algjörlega myndi aldrei skilgreina mig hvorki sem til hægrinni, vinstri og aldrei í miðju, skilju. Þannig að maður ofta tíðum bara líka miskilinn og þetta bara, þetta flókið. Þetta nefnilega. Þetta sjúklega flókið. En ég búinn að vera síðustu 10 ár, þá ég búinn að vera mikill áhugamaður svona, ég ætla að leyfa mér eiginlega að segja að þetta séu svona hálfgerðir galdrar. Þetta mystík og hefur með fljúgandi förulit að gera. Og þetta búið að vera svona áhugamál sem hefur svona farið með mig á alls konar staði og ég búinn að vera að rannsaka þetta, hvað varðar uppljóstrara og einstaklingar sem að telja sig hafa orðið vitni að hinum og þessum flíildum og annað og svo gerist það 2013 að það kemur hérna í vestanhafs, það einhver svona eðsvorin vitnaleiðsla fyrir framann bandaríska þingnefnd og allt í einu bara þetta orðið svo stórt og Pentagon hérna staðfestir einhvern uppruna hérna að einhverjum myndböndum sem lágu í New York Times 2017 og þannig að allt fyrir einhvern veginn að vaksa og stefnir í einhvers konar svona uppljósturinn á okkur og skemmtilegu og þá fer ég að kynna mér hvað ég að segja, þetta eru svona vissar trúakenningar sem hafa með sko bandalag samfélaga í okkar vetrarbraut eða Galactic Federation of Light. Vinkona mín, hún Bergmann búin að vera að básuna þetta og tala þetta mig í mörg ár sko. Og ég verð bara hérna eftir áramót fyrir einhvers konar trúavakningu hvað þetta varðar og ég fer að upplifa bara mjög skrýtna og hvað ég segja, bara andlegar breytingar hérna eftir áramót í janúar, febrúar, mars, bara svona einhvers konar umbreytingu innan með sjálfum mér og ég verði eiginlega bara að segja, ég hef eiginlega bara öðlast trú í dag það að við erum ekki ein, að við mennirnir hérna erum í rauninu bara, hafa okkur svona svolítið eins og apakettir og það sem við erum að horfa á í dag, þessi klofningur sem við áttum að tala þetta eru bara leifar af einhverju svona óstöðugri þrívídd sem að við einhvern veginn bara, það liggur skrifað, það er í örlögum okkar mannsins að vaksa upp úr þessu og komast í raunverulegt umburðarlyndi gagnvart hvor öðru. Það er ekki að tala umburðarlyndi sem hefur verið predikað hérna síðustu ár, heldur raunverulegt umburðarlyndi. Það sem að við getum í rauninni mæst handan allra þessara hugmynda og skilgreininga og það sem að maðurinn sko öðlast aftur samkennd því það er einhvers staðar einhver einstaklingur sem að stendur í alvörunni í því að fjárfesta í vopnaframleiðslu. Já. Að hagnaðardrifin vopnaframleiðsla á jörðinni sé bara yfir höfuð lögleg og talin bara eðlileg. Ég meina, forstjóri NATO eða framkvæmdastjóri eða hvað nú segir svona vitleysu í útvarpi eða sjónvarpi, lykillinn að friði í Úkraínu eru aukna vopnasendingar. Í hvaða dystopíu eru við eiginlega, skilur. Þannig að ég trúi því að við erum á leiðinni inn í einhverja gilda tíma og ég skilgreinir mig í dag sem umboðsmann hérna gildu framtíðar Galactic Federation of Light og myrkrið fyrir mér bara ekki neitt nema ástand sem basically bara skert ljósorka. Ást og kærleikurinn sigrar
og það er heilun í sem sagt ástinni og í kærleiknum og þaðan þurfum við að nálgast þetta allt saman af umburðarlyndi, kærleik og bara og takmarkalausri samkennd. Ég er sko þar þegar þú kemur inn á trúna, nú hef ég orðið fyrir ómiklu í lífinu til þess að hafa hann ekki, þessi alveg svo og bara svona þessi dæmi sko, þú veist, hvernig á maður að líta fram hjá því svo þegar ég var pínlítið, ég skýrður eftir manni sem að deyr rétt áður ég fæðist og þegar ég er 1 árs gamall, ég var fann að tala 7-8 mánaða gamall, bara mjög snemma, þá kem ég inn á heimili þessa manns í pössun og ég fer að skoða allar svarthvítu myndir, ég náttúrulega man ekkert eftir þessu en það voru ótal vitni að þessu og ég fer að skoða allar svarthvítu myndirnar og ég fer að segja hverjir allir aðilarnir á þessum myndum eru. Ég sagðist alltaf heita Jónsi gamli sko, hann var kallaður það. Ég sagðist vera hann. Hvernig á maður ekki að sko trúa að sé eitthvað svona, þú veist, hvernig átti ég að vita þetta? Þú veist, ég fór að segja hvaða kallar voru, þetta voru menn sem voru löngu dánir áður ég fættist. Engi búin að segja mér, ég hef aldrei komið að náður. Við sjáum og heyrum, held ég sko 0,00035% af því sem raunverulega er í gangi. Þú veist hvað var þar bara sjón, heyrn og lykt. Svo er talað líka að börn séu mun móttækilegri yfir höfuð og þar á meðal fyrir einmitt svona hlutum. Þess vegna er þetta svo oft börn sem að upplifa þetta og verður minna og minna, meira segja þeir sem hafa upplifað svona sem börn segja verði minna hverfi jafnvel með árunum. Sko. Já, einmitt, þegar skilyrðingarnar hefjast. Já, þegar við verðum lokari, bara hausinn á okkur verður svolítið lokari og við verðum meira fastir í svona. Mér finnst líka einmitt mjög mikilvægt að geta skipt um skoðun og geta viðurkennt að mögulega sé maður ekkert endilega með svarið þó maður sé með fullt af spurningum. Maður þarf ekki alltaf að vera með svör, finnst mér sko. Nei, því ég mitt, veist, hvernig ætlar að mæta feministum? Hvernig ætlar að mæta no borders genginu, skilur þú? Hvernig ætlar að mæta þessu fólki? Hvernig ætlar við að spila henni leik? Ég er nýbúin að læra það sko, verandi, já, ég segi nú alltaf, ég hef aldrei greindur en svoleið segja, ég sem er svona einhver sko að tegunda einhverju vegna þess að sko, ég vill alltaf horfa fyrst á hliðina sem var það rök, þannig að logic. Já. En svo fatta ég bara það skiptir í lengur máli í svo mörgum tilfellum þegar þú ert að ræða við fullt af fólki og hvað málu ert að ræða. En rök fyrir þér geta verið rök leysa fyrir einhverjum öðrum. Já, ég segi það. Það er bara málið, sko. Þú getur komið með einhverja skoðanakannanir og einhverja tölfræði, þannig að ég meina, hvaðan kemur þessi tölfræði? Hvernig var þessi rannsókn útfærð? Því þú getur kemur hinn einstaklingunum bara með einhverja aðra rannsókn, einhverja aðra tölfræði. Skilur, við náum ekki þarna. Þannig að kannski þurfum að fara að kasta þessu af okkur, og bara fara að mætast þeir raunverulegir einstaklingar. Ég er alveg sammálaður það þegar við talaðum þetta umburðarlyndi sko. Ef að tvær hliðar vilja báðar sína umburðarlyndi þá nærðu alltaf sátt. Já. Og með að mætast einmitt sko, þá er ég á því að sko báðir verða náttúrulega að gefa eitthvað eftir. Þú getur ekki fengið allt þitt en á sama tíma ætlast til að einhver sem ætlar að mæta þér á hinni leiðinni gefi allt eftir. Ég held að sé meira þess að alveg nóg, að annar aðalinn byrji, skilur við. Því að málið er bara, þú þarft ekki að verja sannleikann. Þú þarft ekki einu svona sækjan, hann bara er. Og ef þú sýnir þennan raunverulega frið og þennan andlega styrk og þessa vissu einhvern veginn bara, ef þú sýnir hana, bara afvopna þig, gagnvart andstæðingi þínum og getur þú brætt hjörtu, sko. Mér finnst það til dæmis að hafa verið hlutur sem kom Trump til valda, það er þessi fælni, hvað maður að segja, meira vinstri hópsins við að ræða við hina hliðina. Ég veit ekki hvort þú tekið eftir því sko, en það er rosalega, þú getur alltaf fengið einhvern sem er, ég skilgjarni mig ekki sem hægri mann sko, ef að fólk þekkti mér raun og verið, bróðir minn er alltaf að segja þetta, hvað hann finnst gaman að sjá sko, fólk gefa skoðun á mér, en hvað það sé way off oft sko, bara hvað varðar ákveðna hluti, en mér finnst sko, þú getur alltaf fengið hægri sinnaðan einstakling núna og mér finnst það einmitt sko vera það sem er svo skrítið að vinstrið hafi gefið það, ef ég ræði bara í hægri og vinstri í þessu tilfelli, hafi gefið þetta eftir. Þú getur alltaf fengið hægri sinnaðan einstakling til að ræða við vinstri sinnaðan einstakling. Já, það getur verið svolítið erfitt öfugt. Það er mjög erfitt. Já. Og ég vil meina að þetta hefur kostað gríðarlega. Já. Og mér finnst að vera vegna þess að mér finnst ég sjá svo mikið af reiðu fólki, alveg svo ég hef verið að ræða við kallmenn mikið og þeir eru margir svo reiðir. Og ég byrjaði til sem Instagram sem að ég byrjaði á þessu öllu saman. Þá var ég að ræða við bara menn sem voru í sjálfsvígshuleiðingum.
og svo hef ég ég hef rætt við ég tel það, ég hef talið það 12 mann sem eru alvöru insilar. Ég náðu að snúa 4 þeirra. Eitt tók rúmlega 2 ára af spjalli bara sem dæmi. Þetta er rosalega reiðir einstaklingar og mér finnst það vera það er rosalega mikið af fólki á báðum hliðum, mögulega ég og þú líka, þó að allir vilja halda þessi yfir það, sem að hafa orðið fyrir svo miklum áróðri frá einhverjum öflum sem vilja halda fólki reiðu, eins og segir, það reiðu að þessi tilbúið að steyðja vopnaðina en við að kaupa vopn. Og það er fyrsta sem við þurfum að gera, einhvern veginn finnst mér, það er að gera fólk minna reitt. Já. Reiður einstaklingur alltaf í vörn. Já, reiði nærist á reiði. Já. Og vörn nærist á sókn og þannig að ég er svolítið kannski farin að hallast á því að ég þarf að fara að sýna að mér bara svona, ákveðið afstöðuleysi, raunverulegt afstöðuleysi og svolítið bara svona huga mín með einn garði, Já, ég er sammála því við megum aldrei vanrækja eigin garð. Ég er hins vegar á því þegar þú ert að líta á bara við ræðum innflytjendamáli sem dæmi. Þar getum við komið til dæmis inn á tölfræði og ég bara innflytjendur bara go nuts. Þú veist, það er ekkert það sem þetta snýst um. Það eru það að tökum sem dæmi. Ég vil taka Norður-Írland sem dæmi vegna þess að það eru rosalega óerðir þar núna. Og það sem að Írarnir eru svo reiðir með og Bretar líka, þannig að það er meira þess að öðruvísi heldur en hér. Hérna það er kostnaður sem að er við þessi mál, en það fölnar í samanburði við það sem að þau lönd til mér sér að horfa upp á. Það er komið svo mikið fátæktar. Já. Og það er það að þau eru að finnist allt út. Já, og þá horfa þau upp á það er 30% barna sem lifa undir fátæktamörkum sem dæmi á Norður-Írlandi. En á sama tíma 30.000 heimilislausir aðilar skráðir, en á sama tíma eru þau að horfa upp á fólk sem kemur þangað. 2700 manns fá húsnæði á vegum ríkisins. Já. Og 400 manns búa á hótelum á kostnað ríkisins. Og meðan þá örugglega heimilislausum að fjölga sem fá enga aðstoð. Þetta náttúrulega er eitthvað, ég veit ekki hvort það er að gera viljandi eða hvort að fólk er að klúðra hlutunum svona hræðilega, þetta er annarkvort. Já. Þannig að það er eitthvað óréttlæti sem að fólk verður vitnað og málið er bara, þegar öllur á botnogrunn bara allt sett á borðið, þú hefur bara fullan rétt til þess að hafa skoðanir á þessum málum. Þú hefur fullan rétt til þess að mótmæla þessu og tala inn í þetta. Það er bara uppið til hverjum og einum, bara að meta í rauninni bara hvað, í rauninni bara sálarlíf hvers og eins bara getur tekið á móti og hvernig þú getur nálgast þetta. Því ef þú getur nálgast þetta, og ég þekki einstaklingar sem eru þarna í skotgröfunum og þeir bara nálgast þetta þannig að þetta er ekki að taka af sálarlífið þeirra. Það er bara frábært, þú bara réttu maður réttu stað. Ég er bara ekki einn af þeim. Nei. Og ég er búin að komast að því. Það sem þetta gerir bara svona hægt og róla, þetta tæti mig bara upp, það eðilegur bara hjónabandið og það gerir mig bara ekki húsum hæfan og áður en ég veit að þá enda ég bara einn ykkur stærri ykkur kofa, ykkur Grímsnesi, skilur. En fattarðu, og ég hef bara frelsið til að sjá þetta og ég hef frelsið til að velja frá, skilur hvað við. Og alveg svo þú hefur frelsið til þess að, gera næstu bara nákvæmlega sem þú vilt svo lengi svo þetta ekki að skaða hana fólk, skilur við. Þannig að það er bara svolítið þannig. Ég á ekki neitt. Nei. Og það getur enginn slaufa mig fyrir neitt. Það getur enginn meitt mig fyrir neitt. Ég er bara í ykkur upplýstu ástandi hérna og ég er bara sjálfstæður og sjálfbær, bara skilvirkur og við bara geggjum gír, skilur við. Og fyrir það er ég bara óendanlega þakkláttur. Og ég bara vill svona áður en við förum að leggja hennar botnin í þetta, bara mér finnst til dæmis þegar þú ert að saka fólk að vera bara annarkvæmt ekki þú þetta heldur bara yfir höfuð, þegar ég vera að saka fólk fyrir að vera bara hjartlaust, vera sama allt og svona, mál er þú getur ekki tekið á þig þjáningar allra í heiminum, þar stend ég og ég er einfaldlega þar að auðvitað ég hugsa, það er ekki einu sinni ég heldur fjölskylda mín er númer 1 og svo kemur nær umhverfið og þeim mun meira skilur færist að út á við hvað ég hreinlega get í rauninni tekið inn á mig. Og mér finnst með því að veikja
það sem að kannski oft eins og í löndum bara svona fyrsta lagi með því að veikja bara minn fjárhag eða hvernig þú vilt orða, bara hvað ég get tekið á mig, þeim minna get ég líka gert fyrir annað fólk. Og það sama finnst mér vera með löndin eins og Svíþjóð, Þýskaland, Ísland, þeim meira sem við veikjum innviðin okkar, hvort sem það út af þessu eða einhverju öðru, þeim minna getum við gert fyrir annað fólk. Já. Og ég hef orðið vitni að því þegar fólk kemur inn í sem að þarf á hjálpa að halda, þau eiga geta komið hingað. Já. En við verðum líka þá að geta boðið þeim upp á þær aðstæður að okkar leið, sem það sem við erum að bjóða fólki upp að þeirra kemur hingað, það verði þeirra, en að það kom ekki það mikill fjöldi að þau fari í sína búblu. Nei. Og þeirra leiðir verði okkar, þau neyða að setja upp á okkur. Já. Af því það það sem þau að flýja, við erum að bregða skyldu okkar með því að bjarga þeim ekki frá því. Já, ég eiginlega bara alveg sammála því svo að segja, og það hægt að gera þetta betur, það hægt að gera þetta öðruvísi og meiri segja þessir, voru þetta ekki eitthvað svona 5 kröfur sem voru stiltar upp af þessum hóp þarna, þvert og flokka eða ekki. Ég veit ekki svona hverjar eru, ef ég á Nei, það voru þannig einhverja 5 kröfur og ég las þetta í gegn og ég þarf ekkert endilega að vera sammála því sem að lesa þetta. Mér finnst þetta samt ekkert óraunhæfar sanngjarnar kröfur að sé tekið til skoðunar. Skilur, alls ekki. Og svo voru viðkomandi náttúrulega bara að fengu á sig stimpil sem einmitt bara rasistar og einstaklingar fullir af fordómum og sem bara frekar leðilegt, sérstaklega fyrir þá, en það getur kannski knúið þennan hóp og þessa einstaklingar til sjálfskoðunar og einmitt spurt sig. Ég meina, boðberinn má aldrei einhvern veginn eyðileggja boðskapinn. Nei. Skilur hvað við? Þannig að algjörlega. Með einhvern boðskap og svo kemst hann ekki til skila út af því að boðberinn bara eitthvað páfugl hérna, skilur og bara eitthvað of mikið af einhverju. Þannig að það kannski bara aðeins, kannski mögulega þarf þessi hópur einhvern veginn bara að draga sig aðeins tilbaka og segja bara, hvernig getur mætt þessu bara svona aðeins á meiri mýkt og bara einhvern veginn í lágstemdari orku einhvern veginn, jarðtengdari og en samt sem áður með skjalið og komið því til skila. Fattar hvað við? Þetta snýst taktík. Í þessum hóp til dæmis ef ég teki eftir að það eru mitt farið fram gríðaleg hreinsun á hvað leyfað inni bara og fólk bara annarkvort skaltu bara vera kurteis og málefnalegur eða þú bara færð ekki að vera hérna. Nei. Og þá er ég meina hópurinn sem að stóð fyrir þessum mótmælum. Mér finnst það ég er mjög ánægður með þau viðbrögð sem þau hafa sýnt einmitt. Við verðum að vera, hvað maður segja, náttúrulega ekki alveg ósnertanlega, en við verðum að vera, venjulegt fólk verður að geta lesið okkar skrif og fengið samúð með okkar málstað. Já. En mér finnst rosalega ósangjarnar móttökur, náttúrulega til vegna þess að fólk vill náttúrulega ekkert hlusta á það sem þetta fólk hefur að segja. Nei, þetta er svona eins með, Donald Trump, þessi maður bara, moldríkur, búin að vera forseti áður, búin að vera í sviðsljósinu í 100.000 áskilur. Af hverju er þessi maður ekki bara búin að taka eitthvað námskeið í því að koma fram og tala bara aðeins öðruvísi, vera bara aðeins málefnalegri, vera allavega með tölfræði á hreinu, fattur þau hvað við, ekki bara segja eitthvað bull. Hann tala náttúrulega bara eins og apaköttur, hvort sem að þú sért sammála því að finnist það það sem hann er að gera eða ekki. Maðurinn kemur sjúklega illa fram og bara með því að breyta bara taktík, breyta bara orku, fara bara að vera aðeins andlegri hérna og opna hjarta sitt. Þá getur þú verið að segja nákvæmlega sama hlut en allt í einu fólk fara að taka mark á þér. Ég er á því að ég er rosalega ánægður að Trump skyldi hafa unnið bæði þessi skipti sem hann vann og einfaldlega út af því að í 2016 þá var minn fyrsti valkostur Bernie Sanders, ég hefði viljað sjá hann vinna þá. En við erum ekki eins og með kostningar í Bandaríkjunum. Nei, ég bara... Af hverju erum við bara yfir höfuð að ræða þetta? Já, vegna þess að allt sem gerist í Bandaríkjunum kemur hingað eftir svona 4 ár. Já. Allar breytingar sem gerast þar koma hingað á endanum. Alltaf. Og nokkrum mánuð seinna. Já. Ég vildi hann sjá hann, ég hefði viljað sjá Robert F. Kennedy vinna núna sem dæmi, hann er ekki minn fyrsti en fjandinn hafið að ég get ekki annað að setja hann ofar á minn lista heldur en sem að segja the alternative Ég skilji.
Það er oft hannig, en oftast vil ég nú ekki velja það sem er the lesser of two evils. Þannig að ég reyni nú að þess vegna á ég svo erfitt með að velja með lið, sko. Það er vegna þess að ég á svo erfitt með að gagnrýna ekki mitt eigið lið, sko. Og það er ástæðan fyrir ég var alltaf svona gagnrýnin á vinstri. Ef ég var alveg hreinskilinn, ég var svolítið mikill vinstri maður, sko. En Já, erfitt með að sjá það fyrir mér. þú veit ekki svo eini en það að svo miklu leyti en svo bara, það eru ákveðnir hlutir og núna er ég vil ekki setja mig hvorum með, ég er svo ósammála svo mörgu sem er, en ég reyna að einbytta með þess að ég, það er ekki með fjármálum, ég veit ekki raskat, sko. En ég er ekkert að tjá mig um svoleiðis. En ég hef verið svona tel mig ágættan í svona mannlegu hliðinu og svona, það hef þess vegna verið svona einbytta og mér finnst þetta allt byrja á sterkum góðum kallmönnum sem þora að standa upp fyrir þeir sem trúa þó þau þurfa að standa einir ef við erum að orða svoleiðis. Já, það er bara þannig og vera tilbúin til þess að breytast og skipta skoðanir og þroskast þá einhvern veginn verður þetta allt í lagi. Ég hef tilfinningur að við erum til að taka annað spjall. Það er ekki að segja þetta gott í bíli bara. Mjög gott, takk fyrir mig. Takk kærlega fyrir.